skýrslu til afsagnar og mér finnst viðkoma formannsins óásættanleg og hvet hann til að stíga niður með reisn. Gera hann það ekki, mun ég láta í ljós óánægju mína og meðan að það er án ofbeldis og eignarspjalla þá lýsi ég ábyrgð á hendur þingmannum sjálfur. Takk fyrir. Ég skal bara svara þessu strax. Það er eitt af því sem ég sagði á fundinum á laugardaginn. Ég er tilbúin til að mæta fólki hvar sem er og svara hvaða spurningum sem er. Meðal annars þessum, hvort ég sé tilbúin til þess að stíga til hliðar eða hvort ég vil sjá ástæðu til þess. Og ég hef gripið hvert tækifæri til þess að koma á framfæri skýringum á þeim þáttum sem að framkom í rannsóknarskýrslunni og að mér snúa síðast í Viðskiptablaðinu sem kom út í dag. Ef við tökum til dæmis lista yfir þá þingmenn sem að skulda yfir 100 milljónir. Rannsóknarnefndin fékk heimild til að aflétta bankaleynd. Og bankaleynd var heimild að aflétta ef að þær upplýsingar sem að þar voru undir vörðuðu við almenning. Þetta er þetta mjög matskennd ákvörðun. Nefndin segir allir þeir sem hafa skuldað yfir 100 milljónir á einhvern tímapunkti þeir þurfa að bankaleynd verður aflétta þeirra málum. Það birtur þessi listi, gott og vel. Ég ætla ekki að gera ágreiningu það að menn taki þá ákvörðun. Ég ætla ekki að fara út í einhvern ágreiningum hvort að þær upplýsingar varði við almenning. Ég hefði nú gjarnan viljað að nefndin léti skýrt hvort eitthvað hafi verið óeðlilegt þar á ferðinni, sem að ég er sannfærður að hafi ekki verið, og mér hefði ekki þótt óeðlilegt ef að nefndin hefði látið þess getið jafnframt að viðkomandi skuldir voru ekki til staðar í lok þess árs sem að það er getið, það er að segja ársins 2008. Skuldin uppgreidd það bil 2 árum áður en skýrslan kom út. Og það er nefnt tengslum mín við viðskiptalífið. Ég sleit tengslum við viðskiptalífið árið 2008, löngu áður en ég gaf kost á mér sem formaður í Sjálfstæðisflokknum. Það var í kjölfar þess sem að óeirðirnar brutust út á Austurvelli og ríkisstjórnarskipti urðu, þar sem ég stend í þinghúsinu og horfi á eldana brenna út á Austurvelli, sem ég ákvað að gefa kost á mér sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Þá var allt vitað að það að ég hefði verið að starfa sem stjórnarmaður í viðskiptalífi. Og ég verð að mótmæla harðlega þeirri umræðu sem að hér er uppi núna og veður uppi í samfélaginu þessa dagana, að allir þeir sem einhvers staðar hafa einhverja hagsmuna að gæta, þeir þurfa að segja af sér og geta ekki í framtíðinni setið á Alþingi. Það var gefið út skýrsla árið 2004 hæfi þingmanna, sérstakt hæfi þeirra til þess að taka þátt í afgreiðslu einstakra mála eða sitja í nefndum, greiða atkvæði í þingsal. Þar var líka fjallað hæfi manna til þess að vera kosnir inn á þing. Gerðu samanburður við önnur lönd, það eru sömu reglur hér og gilda annars staðar. Og hagsmunatengsl geta átt við ekki bara gagnvart þeim sem hafa einhver tengsl við viðskiptalífið, heldur í svo fjölmörgum öðrum tilvikum. Inn í sveitarstjórnarmál, inn í einstakar starfsstéttir og svo víðar. Og svo framvegis. En ég ætla ekki að hafa þetta svar lengra. Ég tel mig hafa svarað þeim athugasemdum og þeim málum sem að mér snúa. Ég ger ekki lítið úr því að við yngvar þurfum að hafa traust til þess að gegna okkar störfum, þess vegna tekið þessu alvarlega og svara þessu skýrt og skilmerkilega, en við erum greinilega ósammála af niðurstöðu þeirra skýringa.